Já, velkomin á Frelsi TV í ferðastúdíóið okkar fræga. Ég hoppa bara beint úr vinnunni í í útsendingu. Þannig að ég er búinn að vera að hlusta í vinnunni í dag reyndar. Ég hef það frábæra aðstöðu í vinnunni, ég get hlustað á internetið og ég er búinn að hlusta á alla internetfræðinga heimsins. Og flestir eru sammála um það að þetta eboludæmi er hoax. Þetta fólk sem er að deyja eða sýkjast er ekki með ebólu, það er með eitthvað allt annað. Og þetta hefur öll einkenni af falsks fána. Og ég er eiginlega orðinn alveg sannfærður um það að þetta er hernaðaraðgerð. Þið hafið séð þið hafið séð svona leikrit áður, það muni eftir svínaflensuna og eitthvað fleiri svona rugldæmi. Og við sjáum núna á þingi Sameinuðu þjóðanna, þar er New World Order alveg að fara á taugum. Við sjáum David Cameron að líka svona köllum eins og mér við ISIS eða við séum hryðjuverkamenn eða þeir eru að skýrgreina þetta voðalega einkennilega. Þeir sem eru truthers, doubters og haters, ég hata reyndar engan. Og margir kalla mig stundum gyðingahatara og sem ég er ekki, ég hata engan mann, ég hata vondu verkin sem menn gera. Og það er ekki mitt hlutverk að dæma menn. En það er mitt hlutverk að segja til um verkin þeirra. Og það er ofboðslega skrítið að að þeir skuli vera að reyna að setja okkur í þessa stöðu. Sko, nú ég reyndist sannspár um það að það kæmi falskur fáni. Og núna sá ég á fréttum á CNN að það var einhver frá, sem átti að vera læknir, sko. Það kom svo síðan í ljós að hann var að vinna fyrir Homeland Security dæmið þarna. Og hann var að tengja saman ebólu og ISIS. Að það var einhvern veginn tengt og hann var að reyna að segja þetta þannig að ebólan smitaðist eins og ISIS og dræpi fólk eins og ISIS. Það ætti ebólan og ISIS sameiginlegt og þess vegna þyrfti að nota sömu strategíur til þess að berjast gegn ebólunni og gegn ISIS. Þú veist, þetta liðir alveg bara, það er bara alveg búið að tapa toppstykkinu, sko. Og ég held að það sé engin vafi um það sem hefur snefilega heilbrigðri skynsemi eftir. En ef við kíkjum aðeins bara að ganni, ég kem svolítið illa undirbúið núna, ég hef reyndar haft svolítið góðan tíma í dag að horfa á alls konar pælingar. Vonum að það síist vel í gegn. En ef við horfum bara á íslenska fjölmiðlana, Fíladelfía það voru eins svona Bakkabræðrakirkja eins og ég kalla þær, sem hafa tapað. Já, reyndar er mjög gott að koma í Fíladelfíu, mjög góð kirkja. Er þetta eitthvað, er systir hans Egils Helgasonar. Eru hótanir. Ef þið semjið ekki þetta er svona hryðjuverkamenn, sko. Ef þið borgið ekki skriljónir þá föllum við gengið hjá okkur. Sko, Seðlabanki Íslands er einkabanki. Þetta er það sem er kallað hybrid, public-private partnership. Og það að sjá mikið meira af því rugli, sko. Að Seðlabankinn er erlendur banki
í eigu Rothschild-mafíunnar og Rockefeller og þetta lið, það stýrir Seðlabankanum. Ráðherrarnir á Íslandi það kom fram fyrir nokkrum árum, eða bara fyrir 1 eða 2 árum, þá kom fram að þegar að Seðlabankinn prentar klósettpappírinn sinn, sem heita íslenskar krónur, þá fá ráðherrar fyrstu númerin í prentuninni sem söfnunargildi. Það er þeirra að safna peningum. Og það er ekki bara einn seðill sem er númer 1, það er bara einhver nokkuð búnt sem er náttúrulega hreinar múturgreiðslur til þeirra. Og það kemur erlendis frá. Og hérna er verið að, sko Íslandi er þetta lið hérna, þessi hérna gaur, hann er ekkert að vinna fyrir Íslendinga. Hann er að vinna fyrir ykkur allt aðra. Og þessi gaur hérna, hann þykist vera að vinna fyrir Íslendinga, en hann er undir stjórn þessara afla sem eru hér. Og hérna, þannig er bara það. Því er ekkert að ræða það neitt meira. Það er bara niðurstaðan. Hérna, ég nenni ekki inn í þessi mál hérna, en hérna, já, gott hjá honum. Og hérna, sjáu þessi þing hérna, allar þessar ráðstefnur og þetta er þetta hópræði. Þetta eru kirkjur hópræðisins. Og fávillin sem að segja alltaf, já, ég er alveg trúlaus, ég trúi ekki á neitt, kirkjur er bara fáranlega, ég vil ekkert vera í svoleiði, sko. Þetta eru bara konar kirkjur hérna, tilbeiðsla og vera að tilbyða einhver alls konar furðuvísindi. Nóg með það, kíkjum hérna á Vísir. Já, hérna er starfsmaður New World Order á Íslandi. Helsti starfsmaður þeirra, einn af þeim sem starfa fyrir þann. Munið eftir að ég var að krítisera einhvern tímann sunnudagsmartröðina. Fyrir ekki sunnudagsmótnana með Gísla Martein. Munið þegar Sigmundur Davíð mætti niður á þing, þá ætlaði þessi New World Order elíta hérna á Íslandi að taka Sigmund Davíð út. Munið þið þegar að hún Sigríður Ingibjörg og fleiri héngu svoleiðis á ræðustólnum eins og púkin á fjósbitanum og bara hvað, svona vældaleg. Það var fyrir cirka jólin í fyrra eitthvað svoleiðis, eða þegar þingi byrjaði í fyrra. Það var svoleiðis læti inn í kellinu, það var allt svo ómögulegt maður og þessi maður var alveg fáránlegt fífl og bara oh my god, sko. En svo mætti Sigmundur í sunnudagsmartröðina og þar átti að taka hana lífi. Gísli Martein átti að taka hana lífi. Og ef þið horfið á body language-ið af þessari rimmu þeirra á milli, munið Gísli Martein sat alltaf svona og lagði spurningar svona gerri lítinn, sko. En hvað segirðu? Og svo þetta var svona leiksýning, sko. Óbúslega leiksýning og sama með kettlingarnar á þingi, það var alveg þessi menn vogið sér að gera þetta eitt og bla bla bla, bara vogið sér. En Sigmundur Davíð í þessu sunnudagsmartröðsviðtali fór að tala Seðlabanka. Hann fletti fram spili og sagði, heyrðu, ef þið þegið ekki, þá opinbera ég leyndarmálið um Seðlabankann og ég er forsætisráðherra. Þá bara þagnaði liðið, sko. Af því að sjáu þið að þetta liðið náttúrulega til í að ræða hvað sem er. Allt. Ræðum umgengni á hálendinu eða ræðum kynjamin eða eitthvað bara bla 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 út í eitt. Ræðum bara allt en ekki Seðlabankann, sko. Hann er sjálfstæður og það er pólitísk sátt um það. Hvenær var kosið Seðlabanka Íslands, erlenda Seðlabanka Íslands? Hver kaus það? Það er náttúrulega helsta vígi andskotans, það er hann í Seðlabankanum.
Og þið munið nú hvað Thomas Jefferson sagði. Hann sagði eða sérst, Seðlabanki er eðlilega einkafyrirtæki að gefa út gjaldmiðil landsins, þá munu börn ykkar vakna eignalaus á landinu sem feður þeirra eða forfeður þeirra áunnu sér. Og það er að gerast á Íslandi. Og mm, við þetta Google rekið af þótt að sé rekið af NSA, þá það þrælsniðugt dæmi sko. Ég skal bara lesa þetta fyrir ykkur hérna í beinni. Ég er nú skýla þess að beinu útsenga. Þið getið hringt í mig í gegnum Google Plus eða þá komið þið bara inn á skjáin hjá mér svona bíp bíp eitthvað og þá svara ég ykkur og þið segið mér eitthvað sniðugt við okkur sem erum að gera þetta saman. En sagði hann, ef Ameríkanar leyfa einkabönkum að gefa út peninga, fyrst með verðbólgu og síðan með verðhjöðnun, þá munu bankarnir og fyrirtækin sem að vaxa í kringum þá svipta fólk öllum eigu þeirra þar til að börnin þeirra vakna heimilislaus á landinu sem faðir þeirra sigruðu. Ég trúi því að bankastofnanir séu hættulegri frelsi okkar en hersetning. Að gefa út peningavaldið á að vera tekið af bönkunum og komið til fólksins sem að sannarlega eiga þennan rétt. Og þetta sjáum við bara gera. Thomas Jefferson er mjög merkilegu kall sko. Og þeir sem voru að gera þessa stjórnarskrá, þeir voru að koma sér undan konungsvaldi. Og þeir skildu rosalega vel þetta konsept hópismi og einstaklingar. Svo ég hef sagt áður að sko, hefur einhvern tímann talað við skóg eða hefur einhvern tímann talað við hóp. Hópur er ekki persóna, hópur er bara hugtak. Skógur er bara hugtak. Það er ekki til neitt skógur, það er bara til fullt af trjám. Og það er blekkingin. Það er alltaf sama blekkingin aftur og aftur í gangi sko. Það er eitthvað fundið, áður fyrir var þetta alltaf Guð sko. Því við finnum sjálf sko í þroska okkar og í gegnum mannkynssöguna, þá var fólk alltaf fundið fyrir svona ytri öflum. Og ég ætla reyndar að þegar ég hef tíma að gera djúpt vídeó þetta og það vídeó mun heita Guð, Guð og Guð. Það er Guð með litlu stöfum, Guð með hástaf og svo litlu stöfum og svo Guð með bara stórum stöfum. Og Guð, Guð og Guð eru í gegnum alla söguna það sem allt snýst um. Og Guð með litlu stöfum, það eru við og við erum andlegar verur að við erum manneskjur, við getum hugsað öðruvísi heldur en dýr og fleira slíkt, þannig að við erum svona að vissu marki ákveðnu Guði, við ríkjum yfir öllum dýrum jarðarinnar. Ég held að sé enginn sem að efist það, við ráðum öllum á jörðinni eiginlega. Og ég ræði í garðinu mínum til dæmis.
Ég er svona svolítið guð í mínu ríki, sko. Síðan er guð með hástaf. Hann er alheimurinn og umhverfið og allt það. Og til dæmis stjörnufræðin og við vitum það bara, ég man þegar ég var með tölvubúðina í gamla daga, þá skildi ég ekki, það var alltaf svona með reglulegu millibæli sturlaðist alltaf þjónustusíminn hjá okkur. Fólk kom alveg brjála niður eftir og var bara af allt brjála bara. Og ég áttaði mig náttúrulega ekki að því alveg hvað þetta var, en ég fór að skrifa niður í dagbókina mína, fór að merkja við hvenær þessi tímar voru, þegar allt sturlaðist, sko. Svo fór ég að fletta í bókina og sagði, heyrðu, já, af því það var, sko, tunglið var merkt inn í dagbókina og þá var þetta svona alltaf í kringum fullt tungl. Það var allt, af því tölvur, personal computer, það eru mjög persónulegar. Þegar það virkar ekki eitthvað, þá kannski sættur þið við það svona að það er ekki alveg ónýtt en það er svona pirrandi. Og þannig að þú kannski sætti þig við það, en svo þegar fullt tungla bara, nei, sko, þetta bara gengur ekki lengur, hún fer bara, þá bara byrjar allt þetta, sko. Og þannig að samkvæmt mínum vísindalegu rannsóknum þá stenst þetta alveg. Og ég get meira að segja stutt þetta með öðrum gögnum, að alltaf þegar fullt tungl þá er flóð líka. Já, veist, flóð og fjara fylgir tunglinu líka. Þannig að það ætti að segja okkur að tunglið hefur gríðarlega mikil orku áhrif á jörðina og okkur líka. Og svo getur við fært þetta út í miklu meira mengi, eða það er og þetta hafa, sko, þetta eru hluti af þessu okkulti, ljósi sem er haldið frá okkur. Við áttum okkur absolutt ekki að þessu. Og sko, síðan skiptir máli hvernig stjörnurnar raðast upp í sólkerfinu og við sólin og þetta. Það eru svona orku áhrif líka. Og síðan er allt þetta mengi er á ferð og ég held að hringurinn sé 3600 ára, eitthvað svoleiðis, einhvers staðar heyrði ég það. Og þar kemur þetta Maja dæmi inn. Þá eru þeir að tala um einn sólkerfishring. Og við sjáum bara í okkar daglega lífi og bara við vitum það að ef maður vinnur á nóttinni þá verður maður svona skrítinn karakter, sko. Það funkar eiginlega ekki svona fyrir venjulegt fólk, og margir geta það bara ekki, unnið á nóttinni og eiga svo einhvern veginn að sofa á daginn. Og það er bara sólarhringurinn, sko. Það er bara hvernig sólarhringurinn snýst. Ég meina, af hverju getur maður ekki bara unnið hvenær sem manni sýnist? Af hverju skiptir eitthvað máli hvort það er á nóttinni eða ekki? Pröfið bara að snúa sólarhringnum við í smá tíma og sjá hvernig ykkur líður. En það er bara að vita að það endar með ósköpum, sko. Og þeir sem að vinna á nætuvöktum, og þess vegna voru þeir á svona rúllandi vaktir, sko. Þú vinnur eina viku á nætuvöktum og svo frí, eða þegar fólk bara sturlaðist. Og eins og ég hef stundum sagt, sko, það sem er satt í hinu litla er líka satt í hinu stóra. Og þannig að það sem að gerist í sólarhringnum, sko, það er líka svona alls konar áhrif þegar að sólkerfið fer. Svo það er bara svona sólkerfishringur, sólarhringur og sólkerfishringur. Og svo er alls konar dót sem er að koma inn til okkar og það er Nibiru og allt þetta dæmi, sko, það er allt í gangi, sko. Og en þetta er reyndar hlutir eins og með tunglið, það gengur svona eins og klukka, sko. Það er svolítið fyrirsjáanlegt. Og sama var með til dæmis með ána Níl. Veldi Egypta byrjaði á því að það voru einhverjir kallar sem fóru að skrifa niður hvenær Níl flæddi, sko. Og þeir tóku eftir að þetta var 7 ára hringur, sko. Og og í staðinn fyrir að segja hei, sjáðu, við vorum að fatta
að hringurinn á Níl eru 7 ár. Þaðan kemur kannski þessi 7 ára þessi 7 er heilu tala mjög víða. Bæði í New World og í kristni fræðunum og alls það er 7 óbúslega merkileg tala. Og í staðinn fyrir að segja öllum frá þessu, þá fóru þeir að misnota þessa þekkingu sína. Og okkult, eða sem sagt, okkult er að hylja, ég kalla það huldisma. Það er að hylja þekkingu, það er okkult. Og oculus þýðir auga. Og núna sé ég ykkur ekki, ég sé ykkur hvað sem er ekki. Það er okkult, það er oculus er auga. Og það sem augað ekki sér er ekki til eða hvað. Og þannig að þetta snýst um að hylja þekkingu. Það er til dökk hlið á okkult, eða á huldismann, hann notum nýja íslenska orðið sem ég bjó til. Fæ ég ekki bókmenntaverðlaun eitthvað fyrir það, eða íslensku verðlaun. Sko huldismi getur verið fyrir gott og fyrir illt, fyrir ljós og fyrir myrkur. Og þarna í Egyptalandi þá fór þetta dökkum megin. Þeir voru með þekkingu og þeir misnotuðu hana til þess að níðast á öðru fólki. Þá fóru þeir að búa til þetta guð, já, ef þið fórnið ekki öllu draslinu ykkar og borgið mér skatt, þá verður flóð á næsta ári. Svo kom alltaf flóð, sko. Allir bara, já, það er skott að borga þessum kalli skatt, sko. Það er bara, kemur ekki uppsker og allt verið til helvíti, skilju. En síðan er kannski, hugsaum okkur scenario, að ef að Albert Einstein hefði falið þekkinguna til þess að búa til kjarnorkusprengjum. Það reyndar stalið svo öllu saman. Einstein er þjófur sem vann á einkaleyfastofu. Hann fann aldrei neitt og vissi ekki neitt og þetta var svona frekar bara mikill hálfviti. Hann er bara jólasveit, sko. En hann stal fullt af dóti frá öðrum. Eins og háskólasamfélagi hefur stólið frá mér. Mjög verðmætri hugmynd. Hann að skamma sig fyrir það. Einstein stal öllu draslinu sínum. Háskólafólk eru svo mikið þjófar og þetta kirkjustofnanalið allt saman, þetta er meira og minna þjófar, sko. Eða svona, já, svona hálfgerðir nýðingar, sko. En allavega, þá er það ljóst okkult að fela slæma hluti, þess hluti sem geta verið misnotaðir til þess að skaða aðra. Og það er það sem er svona þessi ljósa hlið á okkultinu. En það sem er stundað núna er náttúrulega þetta dökka okkult. Og það sem er mest haldið leyndu fyrir okkur, sko athugið það að elítumafían er svona 30-40 árum á undan í birtri tækni. Til dæmis þess að sjá þessar drónárásagræjur allar, þær eru svona 20 ára gamlar. Og við vitum að þeir eru með í handraðanum, þær eru með gríðarlega öfluga landróbóta sem verður sennilega beitt kemur til styrjaldar. Og sumir hafa meira þess að sagt að þeir fara allir í byrgin sín, þeir eru með mikið að byrgjum í Indlandi og Denver til dæmis í Bandaríkjunum. Og hér í Noregi er töluvert að byrgjum líka. Og margir segja sko, eða það eru sko borgir, bara neðanjarðar borgir. Og þeorían er að þeir munu skríða hún í byrgin sín og starta bara róbótum til þess að útrýma allum hinum. En ég kannski trúi því ekki alveg, þeir eru nógu klaufalegir við allt sem er að gera. En annað sem er í gangi með öll þessi ebóla og það sem er í gangi núna, það er
það sem við kalla learned helplessness. Það allt þetta Ebola hoax og Sandy Hook blekkingin og fjármálakerfið allt að hrynja og allt að fara til andskotans. Munið ég hef sýnt ykkur mynda hérna þorpshöfðingjónum í Asterix, það sem alltaf að segja himnarnir séu að fara að hrynja. Hérna, learned helplessness hérna og greið börnin okkar eru hérna fara í gegnum það í skólakerfinu sko. Hérna aðeins fjallað þið getið skoða þetta sko. En í svona stuttumáli þá hvort þeir sem eru að nota hunda eða apa eða hvað sem við getum hugsað okkur 3 scenaríó. Að í hérna sem sagt ungar ungviði af því sem var í tilraununum var með 3 caregivers eða sem önnuðust þá og það voru róbótar eða yfirleitt þannig. Einn hérna var ofboðslega hlýr og góður og gaf næringu. Annar gaf næringu en var aldrei hlýr eða góður. Og þriðji, hann var bara hist og her. Einn daginn var hann góður, annan daginn var hann bara vondur og ungviði vissu aldrei að hverju það gekk. Algjör bara svona hérna lottó á hverjum degi eða svona rúlletta, svona rússnesk rúlletta eiginlega. Og út frá þessu rannsóknum þá komust þeir að því að fyrstu 2 hóparnir þeir meikuðu það, svona hálfpartinn. En þeir sem voru í þessari óvissu alltaf, þeir lærðu þetta learned helplessness. Og þess vegna alltaf þetta sjáið í öllu sko, sjáið hvernig ISIS var byggt upp að svona bara allt að gerast, það verið að taka hausinn á fólki og það bara getur gerst alveg bara núna hjá þér eða við vitum ekki hvað getur gerst sko. Og hérna það alltaf svona óvissa og þú veist aldrei hverju þú átt von og þetta allt saman leikri, það allt, þú veist, elitan alveg frá því í Egyptalandi, svo langt sem við getum rakið okkur, hefur stundað þetta, ræða fólk, ég meina hvaðan alltaf grílusögurnar komi og ævintýrasögurnar með tröllið undir brúnni og drekarnir og allt þetta. Þetta bara, það var verið að segja þér eitthvað þegar það var verið að segja þér þessi ævintýrasögur og mér líka náttúrulega. Og hérna, og síðan sko athugað að þeir sem eins og ég margótt sagt Rand Corporation og hérna Fabian Society, þar þetta bara vísindagreinar, þetta bara, og í öllum háskólum, háskólanir allir meira og minna inn í þessu ógeði sko. Og hérna, ef þú finnur einhverja nýja aðferð til þess að sko að það snýst allt kontról. Eina sem að allt snýst kontról. Þess vegna segi ég sko að það sem kemur út úr þessu verður meiri krafa vald, stjórn út af þessum ebólufaraldri og ISIS faraldri, þá vilja það fá meira kontról. Þeir vilja loka internetinu því það eitthvað, þeir verða að krítisera ISIS og ef við horfum á þetta vídeo með David Cameron þá var hann að segja sko að þeir sem vilja fá sannleikann 9/11 og þeir sem halda því fram að 7/7 í London hafi verið falskur fáni, að þeir séu extremist eða öfgamenn, friðsamir öfgamenn. Og þetta snýst allt kontról og að náttúrulega mjólka
skattstofninn. Kannski ástæða fyrir þetta að kalla það skattstofn. Og þannig að við kannski bara flettum upp á þessu orði hérna. Þetta er náttúrulega allt í beinni, rosa gaman og spennandi. Flettum bara upp orðinu hérna control, definition of control. Hvað segja þær það, blessaðir? Orðbókingarnir okkar. Control, að framkvæma það er bara skýrgreining á öllu. Að dóminera yfir öðrum, eða það var svona vald yfir öðrum. Að halda aftur af eða í tjekk. Að koma í veg fyrir öllum sem fólk verið frjálst eða eitthvað slíkt. Hérna þið getið lesið þetta náttúrulega bara í smáatriðum. Og vald til að stýra eða stjórna náttúrulega. En það er svo mikilvægt að fara yfir alls konar svona orð þegar við dettum við ykkur orð eins og kontról, þessi kontról-frík. Sko að þetta fólk sem er að vinna í stjórnmálum og er í þessu öllu, þessari Bilderberg-mafíu og allt þetta lið, þetta er kontrólsjúkt fólk, eins og við sjáum hérna í myndbandinu mínu, er Ísland einræðisríki. Þetta fólk er geðveikt og það er bara, þetta lið er algjörlega sturlað sko. Og svo svo er eitt ævintýri sem er það er svo gott að nýju fötin keisarans, finnum það í því, nýju fötin keisarans, ekki hafa hátt, þetta er allt saman leyndarmál, þetta er allt saman leyndarmál. Sko, nýju fötin keisarans fjalla þetta sem kallast political correctness. Þetta verður notað aðeins á Íslandi í eitthvað svona. En hérna er orginalinn. Nei, hvað var lítið þessi? Næja. Eftir hann H.C. Andersen. Þið munið hvernig þetta var. Hérna var allir elitumafían að spinna föt fyrir keisarann og allir bara, þetta er svo flott, þetta er svo flott, þetta er svona jáismi sko. Þetta er svo æðisleg föt og svo keisarinn að spegla sig í þessu og spyrja, sjáu, þetta er svo fínt dress sem ég er í, þetta er svo æðislegt og spinnarinn var alltaf að spinna eitthvað svona, þetta er svo frábært alls saman og svo þurfti svona allir bara, af því það var sko sagt, ef þið lesið ævintýrið, það var sagt sko, þeir sem að héldu því fram að þeir sæju ekki fötin og voru svona vondi kallar sko. Ég man ekki alveg söguþráðinn í þessu, en það var sem sagt, það var svona tvist í því ef þú sagðir í hægðu, það er ekki þráður sem að kallin er að spinna með, þá bara þú ert bara á móti keisaranum, það er bara svona, þú ert svona extrémist öfgamaður sko, það er bara eitthvað að taka á þessum manni sko, hann segir bara sér ósýnilegu þráður hérna sem verður að sauma með, þetta er bara hálfviti sko. Og síðan endaði með náttúrulega keisarinn gekk nakinn, náttúrulega lítið barn. Sagði, heyrðu, kallinn er ekki í neinum fötum, hann er allsber. Og það er sem ég segi stundum, Davíð og Góliat, það var litli steinninn. Akkillesar hællinn, það var bara smá líkamsluti sem að klikkaði. Að þetta er allt saman, allar þessar lygaborgir
eru ofsalega viðkvæmar, svona svipað á spilaborgir. Þú tekur eitt spil, það bara hrynur allt draslið, sko. Og steinninn, hællinn, barnið, það er stjórnarskráin mín. Ef þið lesið stjórnarskrána mína, margir undrast á því hvað hún er einföld. Ekki það að sé liggi ekki í hugsun á bakinu, ekki halda það, ég þurfti að hugsa þetta. Að þessi stjórnarskrá er ótrúlega snilld, þó ég sé sjálfur á. Af því að hún tekur á þessu öllu saman. Líf fæðist við getnað. Ef að þú skaðar líf, þá ertu búin að brjóta á eignarrétti. Að brjóta á eignarrétti er glæpur náttúrulega. Af því að eignarréttur er óskerðanlegur. Það hefur engin rétt til þess að taka lífið af einhverjum að þú átt það ekki. Ef þú tekur þess að sagði Jesú líka alltaf sko gera öðrum það sem þér vilja aðrir gjöri yður. Að það er svolítið þetta dæmi, þessi pæling hérna. Svo bætti ég nú við þetta er do no harm principle, eða gera enginn má gera öðrum mein. Og það að leyna upplýsingum, það er brot á eignarrétti, þess að það er búið að taka af þér réttinn til þess að hafa réttar upplýsingar. Og það er til þessi verðtryggðu lán, það snýst það er búið að svipta þig upplýsingum sem þú átt rétt þú átt rétt á öllum upplýsingum sem þú þarft. Og eignarréttur er óskerðanlegur. Að það er enginn sem að má taka af einhverjum öðrum, sko. Og þetta er hjá mér náttúrulega grunnatriði. Og útfærsla, sko, já, ég náttúrulega sé bara vídeo á mitt stjórnarskrána, þar útskýri ég þetta í raun í smáatriðum. En klerkaveldið á Íslandi, sem að framar ganga háskólans og stjórnarbyggingu og dómskerfisins, þetta eru svona kirkjur andskotans, að þetta klerkaveldi, þið munið í klerkaveldinu sem að rúlaði Íslandi áður, sem var lútherska kirkjan, þá gast þú ekkert lesið í Biblíuna því hún var latínu. Og sama var í kaþólskunni. Það gat enginn lesið í Biblíunni þegar hún var latínu. Og prestarnir vildi aldrei kenna neinum latínu nema hann alltaf að vera prestur innvíður í mafíuna. Svo bara fólk sett, já, heyrðu, samkvæmt Biblíunni, Guðs orði, þú ertu syndur. Þú er framið synd. Og þú þarft að borga aflátsbréf, þú þarft að borga fyrir syndiðinnar. Fólk bara, já, og hvað er það mikið? Já, það er svolítið mikið, sko. Þú er búin að vera að synda svolítið mikið. Já, það er rosalega rétt. Já, og fæ ég á einhverja afborganir eða eitthvað svoleiðis? Já, getur fengið afborganir. Þá tökum við þetta vexti, sko. Já, ok. Svo endaði með því náttúrulega að prestgarðurinn eignaðist jörðina og bóndabílið og þessi syndugi maður endaði á vergangi. Og sama er það núna. Ef þú tekur mynd af tré, þá verður það glæpur. Þú mátt ekki taka einhverjar myndir svona bara út í buskan. Það er eitthvað sem á lofti sem að tekur myndina. Þá ertu búin að fara með synd, sko. Og þá er klerkaveldi, já, verður.
Sko þetta er bara Maastricht-sáttmálinn er 500.000 blaðsíður, sko. Áttu ykkur á því. Að það er ekki ástæðulausu að þessi lög eru svona mikið torf og eru á latínu fyrir almenna borgara. Það er nákvæmlega sama ástæðan og fólk vildi, eða prestarnir vildi ekki að fólk geti lesið biblíun á latínu. Af því ef að biblían hefur verið á máli sem fólk hefur skilið og prestur segja að þú er að borga, þú er búin að brjóta þetta vers hérna, vers 1 sko. Og þetta, it's complicated, þetta er flókið, þú er bara að borga. Að ef að fólk hefur getað lesið biblíuna, það getur bara, nei, heyrðu, þetta segir þá líka bara að þú sért alveg syndur og þú ert að borga mér. Þetta vildi prestastéttin ekki að fólk kæmist upp með, af því að það stendur, Jesús sagði sko, sá eitthvað sem syndlaus er rukki fyrsta skattinn sko, eða sá eitthvað sem syndlaus er rukki fyrsta aflátsbréfið. Að hérna, síðan kemur þessi lýðræðisvelding eða lýðveldisvæðing, kommunisminn og fasisminn og sem er allt sama batterið sko. Svipað og lútherskir og kaþólskir sko, kommunistar, fasistar eða nasistar eitthvað vilja kalla það, allt sama ruglið sko. Að þetta endar á sama veg að þessi klerkastétt sem veður núna allan bæinn, hún endar með allt draslið. Þess vegna spurðu til dæmis lærisveinar Jesús spurðan ég man ekki alveg vessið, þeir spurðu eitthvað svona með skatta, hverjir greiða skatt og Jesús svaraði borga börn keisarans eða þessara klerkastéttar sem var þá sem hétu fariseur og fræðimenn borgað börnin þeirra skatt og lærisveinarnir svöruðu nei, börn fariseur og fræðimenn og keisara og slíkt, þau borga engan skatt. Þá sagði Jesú, þá eru börnin frjáls. Og ef að þú ert að borga sko aðeins að þessi elitumafi á Íslandi borgar aldrei skatt, lögfræðingar borga engan skatt. Ég hef séð til verka lögfræðinga að þeir borga skatt allt öðru seldur en ég og þú, eða venjulegt fólk. Þeir ganga ekki hart í innheimtum á skatti hver af öðrum, skal ég segja ykkur. En svo þið vitið að prestanir reynda aldrei innheimta aflátsbréf hver af öðrum. Hvað heldur það hefur verið? Hvað heldur það hefur verið? Akkur innheimtu prestar ekki skatta prestum? Þá hefur vel spilaborgin alltaf hrunið. Það er svo gott að vera með prestakall og vera að nauðga einhverjum sveitakellingum og þau er búin að hirða allar eignir þeirra fjölskyldinu og kom fólk í gatsfreðinu frá honum frosti til þess að vera húskallar og húskonur hjá þér. Kosti nýst á þessu fólki og bannum þeirra svo þið síndist, það var engi sem skipti sér að þér. Og presturinn í næsta prestakalli var að gera nákvæmlega það sama. Og við erum bara að vakna upp í samskonar þjóðfélagi. Og þannig að þetta lýðveldis spagetti er svona að verða hálf gjaldþrota. Menn eru fann að sjá svo rosalega í gegnum það. Og núna er farið að boða næstu trúarbragð. Það er CO2. CO2 trúarbragðin. Og hver haldið að innheimti skatt af CO2? Eru það börn fátækra sem að ætla að innheimta CO2 skatti? Nei, það er klerkastéttin sem ætlar að innheimta það. Heyrði í útvarpinu á leiðinni heim að það var í Noregi verið að birta einhverja fjárlög eða fjárhagstölu eða eitthvað, eða uppgjör fyrir síðasta ára eitthvað, ríkisbókhaldið. Og þá var sem sagt
hið peningalega kerfi, voru einhverjar niðurstöður og svo eru þið með sko sjálfbærnisbókhald eða CO2 bókhald. Bara þeir skila tvöfaldi bókhald, þeir skila bókhaldi yfir eitthvað svona andrúmsloftið og hvað duttu mörg laufblöð. Það datt 3% meira laufblöðum í ár heldur en í fyrra. Það er þetta er bara þetta er svo ruglað sko. Og við náttúrulega bara fæðist inn í þessu ósköp og erum náttúrulega byrjað á því að gjörsamlega rústa heilanum okkar í skólakerfinu. Ég reyndar svo ég skipti sexinu úr skóla, það hefur sennilega verið með til haps. Ég festist ekki alveg í þessari millu, í þessari hakkavél. Og ég hélt minni skapandi hugsun. Það náðist ekki eyðileggja fyrir mér. Og ég finn bara til með börnum sem eru í skóla, bara Guð hjálpi mér, og bara foreldrar svoleiðis að pína því í skólan og svo þau ná ekki einhverjum árangur þá var bara hvað, ertu bara aumingi? Nei, þau eru bara 8 ára sko. Þú veist, þau eru bara eða 7 ára eða 6 ára að byrja núna, nei 4 ára, nei 5 ára, nei hvað veist. Það verður að segja mér að börn í Svíþjóð eiga að fara í skólan 4 ára, ég sem bara nei. Ekki að ræða, ekki börnin mín, ekki að ræða það. Hugsanlega myndi ég skoða með að þau fara í skóla 9-10 ára. Bara ef ég neyðist þess að lifa í þessu viðbjóðslega klerkaveldi. Það verður svolítið allt hrunið reyndar og komið eitthvað nýtt og spennandi. Allir að taka með stjórnarskrána mína, jippí! En þannig ég er eiginlega bara svona hálfpartinn að þýða úr latínu. Þessi stjórnarskrá mín er svona þýðing úr latínu. Það skilja allir þessa stjórnarskrá. Lífið hefst við getnað. Það þarf ekkert að vera að skýrgreina hverja má drepa og hverja má ekki drepa. Það er bara allt líf hefst við getnað og bara ef þú snertir annað líf þá ertu búinn að skerða eignarrétt annars og hefur því tapað átt þá inn í refsingu. Eða sérst samkvæmt náttúrulögmálunum. Já, það þarf náttúrulega að stoppa fólk sem ætlar að gera eitthvað svona. Og ég er alltof þreyttur til þess að fara í þessa heimspekilegu pælingur á bak við þetta. En ég hefði líka mikinn áhuga að gera einföld lög líka. Alla væri sem sagt frá Frelsi TV og ég hef áhuga að stofna sjálfseignarstofnun líka þetta frelsismál hjá mér. Og það verður sem sagt fræðastofnun og svipað og Rand Corporation og Fabian Society. Þá vil ég búa til stjórnarskrá og lagakerfi sem tryggir að við erum frjáls eins og fuglinn. Við getum, núna eru allir haustfuglarnir að fljúga yfir mig í krananum og það er svo fallegt að sjá það fara upp og svo var nú einn hópur sem svona, þetta voru storkar. Það sést þetta að sjá þá fljúga, það var rosalega langar lappir og langan háls og breiða vængi og svona skrýtna hreyfingar í þegar að fljúga. Það er kannski að þeim að ekki séð á Íslandi. Svo voru þeir að fljúga sko voru í svona opaslega flottum oddi. Komið svona yfir mig. Svo voru komnir aðeins þarna eitthvað. Eitthvað þarna lengst upp að fjallinu þarna hinum einn. Og þá allt í einu ákveður að snúa við. Bara allir, og það var svona konstantí fát á það og svona næstu að reka saman og það var allt svona bara í kaos einhvern veginn. Og svo byrjaði að fljúga, eða þetta tók svona ekki 90 gráður sko, meiri 90 gráður. Þeir fóru ekki alveg við sko, fóru svona og svo voru þeir búin að vera svona aðeins að örglast og svo þetta með bara þeir flugu
Þetta er bara eitthvað svona náttúrulegt system sem allir njóta góðs af. Þeir skipta um fremsta og þetta er náttúrulega þess að vindurinn ormagnið á ekki eða loftmótstaðan og það bara myndaðist þannig eitthvað náttúrulegt system bara í loftinu sko. Þurfti enga, já, samkvæmt fyrstu grein er þetta svona eða hins það þurfti ekkert að fara inn eina lagabálka til þess að græja þetta sko. En við mannkynið erum svo hrifin af einhverju svona fyrsta grein, önnur grein, þriðja grein. Það er málið. En við erum náttúrulega ekki fuglar sko. Ég vona ekki. Mjög margir eru þetta páfagaukar. En þetta er svona eiginlega all pælingi mín. Hvernig við getum verið svona, það er kannski búa til einhvern veg og þessi fuglarnir, þeir bara eru hérna í Noregi og eru að éta gras og einhverja skordýr og eru bara að líða vel sko. Svo er allt í orðið kalt sko. Það bara, þurfum að fara að færa okkur eitthvað suður eftir. Og þá er komið verkefni. Já, hvernig er ég að fljúga? Þetta er svo langt, maður, við getum ekkert verið að fljúga þetta gengur ekki. Það var ekki verið að herðu, en ef við myndum svona odd, já, ég verið fremstu bara þreyttur og þið allir njótið góðs. Nei, við bara skiptum liðið, þú veist. Bara þú flýgur fremstur í smá tíma og svo kemur næsti og þetta, þú veist, það er bara þannig. Þegar ef þú örmagnast þá bara dettur þú niður dauður og þá þarf hvað sem er einhver annar að fara fremstur, skilur, við ætlum að fara suður. Þetta er bara eitthvað svona, skilur. Það er ekkert að vera svona flókið. Af því að öll þessi kerfi sem að mannkyn er alltaf að bardúsast í eru svona níðingskerfi. Ef það er verið að innheimta skatta þá er það ekki frelsi. Það er níðingsskapur. Þetta fattaði ég svo alveg á, hann var alveg með þetta á hreinu sko. Já, ég var einmitt að hlusta á viðtal við hann Frosti og Harmageddon. Það var að tala um einhverja stelpu sem ég verið að eða einhverja konu, ég má ekki kalla henni stelpu sko. Það er politically incorrect. Ég hef framið synd. Nú fæ ég gíróseðil frá einhverjum. Örugglega, væntanlega, ég veit það ekki. Ég er ekki að biðja um gíróseðla sko. bara benda á fárleikann sko, bara að sé á hreinu. Það er flett upp á þessu. Endilega hlusti á þetta viðtal. Þetta er gaman að rífast við Frostarinnar. Hann hefur ekki þorað að hringja mig lengi. Hann leggur ekki í mig lengur gallinn. Ég er svo rökfastur. Ekki sá fyrsti sem gefst upp á mér. En hann var hérna að tala, já, hérna, þetta hérna, já. Það segir hérna hver þetta var sem hann var að tala við. Nei. Þeir segja ekkert hver þetta er. Já, lélegt hjá okkur. Ég er alltaf með eitthvað undir vídeóinu hjá mér. Þá fyrir ekki, þið eru ekkert að sjá þetta. Þið eru bara að sjá mig fletta. Sjá það hérna. Hérna í þessu viðtali var einhver stelpa. Eða kona, fyrir ekki. Í þessu viðtali var einhver sem var ekki karlmaður held ég. Já, og það var bara Frosti sko. Og hérna endilega gjófið að mig hvaða kona þetta er. Og hérna er bara Frosti að sýna sitt innsta páfagauka eðli. Hann er að tala um biblíuna og hann veit ekki neitt hvað hann er að tala um sko. Hann er bara svona páfagaukast eitthvað sem hann hefur heyrt sagt sko og svo er hann algjörlega í mótsögn við sjálfan sig. Í einu, eða svo í upphafi þá var hann að segja sko, já, sko, kristnir geta ekkert bara splitta sko, Nýja og Gamla testamentinu, það er ekkert hægt. Já, það er nefnilega alveg hægt, það er ástæða fyrir þetta heiti Nýja og Gamla testamenti, það er ástæða fyrir því og það er ástæða fyrir því að Gídeon er að gefa Nýja testamentið, ekki Gamla testamentið. Það er alveg ástæða fyrir því að þegar Jesú var að reyna að koma ljósi til heimsins, þetta ljós sem menn er að fatta núna, kemur alltaf reglulega, þetta fylgir sólkerfinu, að hérna þessi hringur Mæjana sem þeir voru að tala um, að hérna, sko, þú ætti kannski að reyna að kynnast Jesú, hvað hann var að segja. Og hérna,
Hann er nefnilega eiginlega, sko, svo eru menn að, já, þeir klára þetta með gamla og nýja testament, sko, því fyrst í viðtalinu var eitthvað að segja, já, má ekki slíta þetta í sundur, og svo seinna í viðtalinu var hann að segja, já, þetta er sitthvor bókin, sko. Þannig að hann heldur ekki röksemdum í gegnum eitt samtal einu sinni. En það er þannig í röksemdafærslum að ef þú ert komin í þversögn við sjálfan þig, þá ertu búin að tapa stóru stigi, sko. Og hann var að tala um ferminguna, sko, hérna, fermingin er bara svona þegar þú verður, fermingin er eiginlega þegar þú nærð ákveðnum þroska. Það myndast ákveðið ljós. Þú til dæmis ferð að upplifa það í fyrsta skipti að þeir sem eru að hugsa um þig, oftast og vonandi er það mamma og pabbi, sem eru að hugsa um þig í fjölskyldunni, og svo gerist það svona cirka 12-13 ára, þá allt í einu ferðu bara, já, heyrðu, þetta sem pabbi var að segja, sko, þetta er eiginlega bara algjör steypa, sko. Ég ætla nú bara ekkert að ég ætla nú bara ekkert að taka við þessu meira, sko. Ég þarf eitthvað að fara að díla við pabba, sko. Þetta gerist svona á ákveðnum aldri. Reyndar eru greið börnin núna undir svoleiðis lyfjaárásum eða eiturefnaárásum og heilaþvóttaárásum í skólanum, og þetta er allt sem orðið svo brenglað. Þess vegna eru menn að segja, sko, að í gamla daga voru menn tvisvar sinnum börn og einu sinni fullorðnir, og í dag eru menn bara börn og deyja, sko. Menn ná aldrei þessum fullorðins þroska, og það er náttúrulega allt þetta skólakerfi og allt þetta kerfi er byggt til þess að eyðileggja þennan þroska. Þess vegna er svo rosalega mikilvægt að kynnast Jesú eða því sem hann var að segja. Og þá segja sem, já, það er enginn Jesú, þetta er sami kallinn og hann Hórus. Já, og hver var Hórus? Já, það eru til 7000, ég held að sé 400 eða 500 sams konar sögur og sagan af Jesú. Hvort sem hún er sönn eða ósönn, eða hvort að Jesú var einhvern tímann til, eða hvort að Jesú átti heima á Barónsstígnum eða Kleppsveginum eða whatever. Það skiptir raun engu máli. Það er boðskapurinn sem skiptir máli. Hvað var hann að segja? Hvað var hann að gera? Og hvað var hann tilbúinn að gera? Það er það sem skiptir máli. Og hérna, til dæmis ég get alveg fallist á það að hérna, Jesú og Hórus séu tengdir. Ég hef líka farið í þetta með sem sagt, hérna, stjörnuspekin á bak við það. Sem sagt að Jesú dó og reis upp á 3. degi, það er sólarhringurinn, þegar sólin, vetrarsólstöður, sem er 21. desember, það er örugglega bara tilviljun. Það er, sko, reyndar ættum við að færa jólin aftur til 21. desember. Við erum að fagna fæðingu Krists. Nei, fyrirgefðu, það er dauði Krists, já, og fæðingin er þarna 3 dögum seinna, 21, 2, 3, já, það er 24. 21 pluss 3 er 24. Sennilega hefur þetta verið búið þannig til. En sko, þessi sólarhringur, þetta stjörnukort, er ekki svo vitlaust, sko. Og Jesú dó og reis upp á 3. degi, það er sérst vetrarsólstöðurnar, síðan koma 3 mánuðir, og þá fer sólin að rísa og hérna, ég er reyndar ekki alveg með þetta í koll, ég ætlaði nú ekkert að tala um þetta í kvöld, sko, en ég hef oft deilt vídeói með honum hérna Santos. Hann talar rosalega vel um þetta, hann er hérna þessi synkronismi. Og gott ef að, já, hann sennilega talar best um þetta, ég skal bara finna hann fyrir ykkur. Hann er hérna, ég hafði komið til Axels, það er hérna 5, eða svona, menn fá oft frá mér hérna 10 tíma vídeó, sko. Santos held ég hann heiti.
Santos Bonacci. That's the man. Það er ekki séð til hans lengi reyndar. Sennilega að segja Channel hérna. Hann er svolítið steiktur kallinn, sko. Já, Mr. Astrology kallar hann sig. Þetta er ósvöldlega skemmtilegur strákur. Eða kall. Hann er svona kall eins og ég. En hérna, hann er rosalega meiddur eftir kirkju, kallgreið. Hann meiddi sig rosalega mikið á kirkjunni. En hann er að tala um þennan synkretisma. Og hérna, eins og ég segi, þetta er bara fyrir lengra komna. Þetta er langt leita frelsara. Þeir sem er á Frelsi TV. Sko, já, hérna erum við með útvarpsþætti og eitthvað svona. Ok, býtum við. Já, hérna er mitt. Hérna er hann svolítið að byrja. Sko, þetta var líka svolítið flott hjá hann Sovereigns og kaþólsk, hérna, páfan, já, þetta eru vídeó sem ég var einmitt að horfa á. Það voru 3 ára gömul og hann fer nákvæmlega yfir þennan hring hérna og hann talar um, sko, það er mjög margt sem hann talar um hérna kallið sem er þrælmerkilegt, sko. Hann talar um hérna hvað heitir hérna, bylgjan, þessi algjörlega óundirbúin undir hérna. Hérna er hann að tala um ókvöld, það er mjög gott líka. Og líkaminn er helgalandið, það er það sem Jesú var að segja líka. En hérna, ég er ekki alveg að fíla hjá honum Santosi YouTube-inni mínum. Hann er svolítið beiskur út í trúna. Sko, ég er á því að hérna, að vera beiskur út í trúna og reynda að vera beiskur út í hvað sem er, það litar dómgreindina. Sko, það sem ég var að tala um áðan, nú er ég að vera búinn með klukkutíma, já, yfir klukkutíma. Það sem ég var að tala um áðan var hérna Guð, Guð og Guð. Kláraði það nú ekki áðan. Að sko, hérna, þetta byggir allt saman á ákveðnum raunveruleika. Bara eins og þyngdarlögmálið. Trúir á þyngdarlögmálið eða ekki, þú veist. Til dæmis auðvelt að sanna það, sko. Það virkar inn í Noregi, þyngdarlögmálið. Að hérna, það breytir raun engu hvort ég trúi því eða trúi því ekki. Sama með tunglið, sjá það fullt tungl núna, þannig að ég sé það hérna í gegnum gardínuna mína. Þannig að nú er allir rosa pirraðir. Að hérna, skiptir raun engu máli hvort ég trúi eða ekki, það er bara staðreynd, sko. Og hérna, sama er með Guð alla með litlu stöðum. Ég er, það er eitt nafnið á Guð, er ég er. Og það er heilagasta nafnið á Guði, það er ég er. Þið sem að fara í biblíufræðina komist að það eru mörg nöfn á Guði. El Shaddai og fleiri, en heilagasta nafn Guðs er ég er. Þannig getur sagt að ég er Guð með allt með litlu stöðum. Eða sérst við, ég er. Og hérna, það er bara ákveðin staðreynd, sko. Að ef ég segi við þig, ég er ekki til, þá með þeirri setningu afsanna í setninguna sjálfur, af því ef ég er ekki til, þá get ég ekki sagt þetta einu sinni. Þannig að það er eins og þyngdarlögmálið. Það breytir engu hvort að ég trúi eða trúi ekki að ég sé til. Ég er til, það er svona ekki því. Þannig að þetta er svona eiginlega útskýrir sig sjálft, eða ekki. Hérna, alheimurinn, jörðin, sólkerfið, þyngdarlögmálið, allir aðrir manneskjur og dýr og allt. Það er líka til
hvort sem ég trúi eða trúi ekki. Nú ætla ég að pröfa hérna, ég ætla að gera bara tilraun. Ég trúi ekki á þyngdarlögmálið. Ég trúi á þyngdar ég trúi að það sé akkurat öfugt. Að það fari í hinn veginn, sko. Að gaffallið mun fara upp en ekki niður. Af því að þyngdarlögmálið hefur alltaf verið kynnt rangt fyrir okkur. Nú ætla ég að gera tilraunina. Trú mín er ónýt. Það er bara allt ónýtt. Ég get engu trúa lengur, þú veist. Og þetta er það sem að þarf svo mikið að passa sig á í sambandi við að lesa Biblíuna. Og það er að átta sig á því að þessi einföldu sannindi eru falin í einhverju latínu kjaftaði, sko, til þess að þú öðlist ekki uppljómun. Að þú sért, ókultistarnir, huldistarnir vilja halda þér í myrkrinu. Þegar að þú fattir ekki einfalda sannleikann. Þetta er hérna eins og ef að ég ætla að fara í siglingakeppni og ég vildi ekki, þá ætla ég náttúrulega ekki kenna neinum á segli mín. Ég er búin að finna einhverja rosa góða aðferð með seglunum til þess að nýta vindinn. Eða bara ég veit að hvernig á að nýta vindinn og enginn annar fattar bara, heyrðu, hvernig fer báturinn áfram hjá þér? Þú setur upp eitthvað hérna lag og það bara súmar báturinn áfram. Hvað er þetta? Þú veist, kannski svona absúrt dæmi myndi fólk kannski ekki fatta það. Þá er þessi maður orðinn náttúrulega einhver guð og hann bara lappar á vatni þessi. Hann bara er risastór bátur og hann bara setur upp eitthvað lag og það bara fer báturinn á stað. Þetta er þessi maður bara lappar á vatni. Það er allt búið meira að segja íslenska biblían á minnum 51 árs ævi hefur verið breytt bara alveg fáránlega út af pólitískum hagsmunum. Og hérna haldið að það sé í fyrsta skipti sem það hefur gerst. Sko það þarf svoleiðis að grafa upp perlurnar sem er það sem Jesú var að segja. Ég meira að segja vill ganga svo langt að efast það sem apóstolarnir voru að segja, margir hverjir. Ég allavega áskil mér rétt til þess að taka allt sem þeir voru að segja með fyrirvara og ég áskil mér rétt til þess að taka guðspjöll með fyrirvara. Þau eru meira að segja 4 guðspjöllin er ekkert sjá hlutuna í sama ljósi. Þú getur lesið sama atburðina mismunandi hátt. Þannig að þess vegna sagði Jesú, ég skil eftir anda minn hjálparan sem er heilagur andi. Og það er þetta ég er. En hérna, þetta er skemmtilega pælingar og ég ætlaði nú reyndar að gera sérvídeó alveg fullt af því ég byrjaði að gera glærur og það verður spennandi að sjá hvað kemur út af því. Ég er búinn að semja að vinna til fram í desember, lok desember. Þannig ég hef vetramánuðina til þess að pæla svolítið. Og þannig að þá kannski geri ég meira af þessum vídeóum og náttúrulega líka ef ég fer að fá meiri styrki þá getur kannski lifað af þessari sjónvarpsstöð. En það er svo langt frá því núna að það er ekki vinnandi vegur, sko. Og ég misti nú ágætt, ég veit ekki það ræðir, mér bauðst ágætis jobb sem tengdist NATO og norska hernum. Ég gerði mönnum alveg grein fyrir því að ég myndi ekki vinna við herinn. Eða ég tæki ekki þátt í að drepa saklaust fólk. Og sama er með ríkisstyrki, ég því miður get ekki tekið við þeim. Damn it, það er eitthvað sem ég er ekki tilbúin að, ég get einfaldlega ekki gert það. Og ég get ekki tekið við styrki frá fyrirtækjum. Ég fæ reyndar ekkert greitt fyrir auglýsingarnar sem koma inn á YouTube. Það er svona alveg á grensunni hjá mér reyndar en ég læt það sitja inni af því að kannski kemur það svo eitthvað tímann.
Þannig að þú ert eina sem ég hef. Hérna, endilega pröfið þennan PayPal link sem er á forsíðunni hjá mér. Og hérna niður, hei, það er hérna niður í kommentinu líka. Það er PayPal linkur þar líka. Tekkið á hann, hvort það virki. En hérna, og sama sko, ef þið er eitthvað blaung og það, þú veist, ekki senda mér þá pening, þú veist, ég meika það alveg. Ég er meira bara að pæli því að ef að ég hef, sest, ef ég hef ákveðin stuðning þá get ég einbeitt mér meira að þessu starfi sem ég er að gera. Og þið sjáum náttúrulega hendur mínar eru mjög bundnar af því að ég er með svo mikill siðferðispostuli. Ekki það ég sé að gera kröfu á aðra að gera það, þetta er bara fyrir mig sko. En það er náttúrulega gott ef að menn segi ekki eitt og gera ekki annað eins og ég hef stundum sagt. Það hefur það svo mikill hávaði sem þú ert að gera, ég heyr ekki hvað þú ert að segja. Ég er að reyna, ekki það að ég sé einhver engill eða ég sé eitthvað heilagur, ekki halda það. Ég er með fullt af breskleikum en ég er að reyna að halda þeim svona í lágmarki. En hérna þakka ykkur fyrir komuna, bið Guð að blessa ykkur og við sjáumst í næstu útsendingu. Góða nótt.